Í Canvas eru 2 mismunandi leiðir til að setja upp Feedback Fruits verkfæri. Annars vegar er hægt að setja það upp sem verkefni og þá eignast það dálk í einkunnabók þar sem einkunnir nemenda fara sjálfkrafa inn og hægt að gefa því vægi í loka einkunn. Hins vegar er hægt að setja Feedback Fruits verkfæri upp sem atriði í einingu eða viku námskeiðs. Þá verður ekki til dálkur í einkunnabók en einkunnir, ef þær eru notaðar, birtast eingöngu inn í verkefninu sjálfu. Það er byrjað að fara hér í verkefni í valmyndinni og smelt á 3 punktin við hliðin á plus verkefni hnappi og valið Feedback Fruits. Í þessum glugga efst er leitargluggi þar sem er hægt að leita að verkfæri eða sneiðmáti. Ég get búið til þetta nýja verkefni út frá sneiðmáti sem ég á til í safninu mínu og hef áður búið til. Ég get valið að búa til nýja verkefnið út frá eldra verkefni eða búið til nýtt verkefni frá grunni og það er það sem ég mun gera núna. Þá þarf að byrja að velja hvaða Feedback Fruits verkfæri maður ætlar að nota og hér eru þau öll listuð upp og nú ætla ég að velja Team-Based Learning. Þá kemur uppsetningasíða og þær eru misviða miklar eftir því hver flókið verkfærið er eða upp á hversu mikið það býður upp á. Í þessu tilviki er nú þegar texti frá Feedback Fruits í ritlinum sem er ætlaður fyrir inngang eða leiðbeiningar kennarans og það er auðvitað að eyða honum og skrifa sinn eigin texta. Áður en farið er í að skoða alla möguleikana í uppsetningu, þá er ráðlegt að vista verkefnið. Síðan er gott að opna Feedback Fruits leiðbeiningarnar uppsetningu á þessari gerð verkefnis og hafa tiltækar á meðan stillingar eru valdar. Og þá er að opna aftur verkefnið og það er ágætt að láta Feedback Fruits fylla út í skjáinn. Síðan þarf að smella á breyta. Svo getur maður farið svona fram og tilbaka í og úr leiðbeiningunum með því að nota alt og tab lyklan á lyklaborðinu. Það er hægt að nota escape-knappinn á lyklaborðinu til að minnka þetta aftur eða fara hér í fullu skjár. Það er gott að smella á og kanna hverja stillingu fyrir sig, sérstaklega ef þú ert að nota tólið í fyrsta skipti. Annars getur manni yfirsést einhver áreiðandi stilling sem maður gerði kannski ekki ráð fyrir að væri til staðar eða taldi jafnvel að væri sjálfgefið stillt á ákveðin hátt. Síðari leiðin til að búa til Feedback Fruits verkefni er að nota plus-knappinn í einingu eða viku. Velja ytra tæki efst í glugganum. Finna Feedback Fruits. Þá opnast sami glugginn og áðan sem ég ætla ekki að útskýra aftur. Nú ætla ég hins vegar að velja Interactive Document. Verkefninu þarf að gefa titil og það þarf að hlaða upp skjalinu sem nemendur eru að lesa til að geta vistað eða hlaða upp einhverju bráðabirgðaskjali. Það er að skipta því út síðar fyrir annað. Ef að Feedback Fruits vill ekki vista að þá er eitthvað sem vantar sem sagt til að geta vistað. En ég smelli á vista og bæta við atriði. Og þegar Feedback Fruits verkefni er sett upp með þessari leið þá er það eingöngu til sem tengill í vikunni eða einingunni og það kemur ekki fram hér undir verkefnum. Það gefur nákvæmlega sömu möguleika á einkunnagjöf en einkunnin er aðeins tiltæki í verkefninu sjálfu en ekki í einkunnabók. Hér er ég að setja upp Group Member Evaluation eða mat á hópfélögum eða vinnuhópfélaga. Í mörgum Feedback Fruits verkfærum er svona gul glósa efst og í henni er útskýring á tilgangi verkfærisins og í þessu tilviki er meira að segja líka stutt vídeó sem kennarinn getur hort á uppsetningu á Group Member Evaluation. Eingöngu kennarar sjá þessar gulu glósur og það er hægt að eyða þeim ef maður vill. Í Feedback Fruits rekst maður oft á þessi litlu spurningamerki og ég hvet fólk til að músa yfir þau. Það eru nánari útskýringar á atriðum og stundum fróðleikur tengdur kennslufræði. En þá er þetta komið að sinni. Takk fyrir.